Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomnir í lífið á litlu sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Eftir hálftíma eða svo ætlum við að vera með sérstaka þátt innsetningarathöfnina í Alþingishúsinu í gær, þar sem Guðni T.H. Jóhannesson, 7. forseti íslenska lýðveldisins, var settur inn í embætti með viðhöfn. Eftir 15 mínútur og svo þá verður Sirrý með dömuhornið sitt á sínum stað, en við ætlum að byrja á kvintettnum Olgu, sem ætlar að taka fyrir okkur ljúfsárt sænskt ástarlag. En Linda fór og talaði við kappana áður en þeir tóku lagið. Söngkvintettinn Olga kannski ekki á allra vörum, en þeir, fimmmenningarnir, hafa verið á ferð landið og sungið fyrir marga og ekki fyrsta skipti núna í ár sem þeir gera það, mér skilst. En þennan kvintett skipa þeir Bjarni Guðmundsson, fyrsti tenor, Jonathan Ploug, annar tenor, Julian van Nierop sem bassi og Pétur bariton og Pétur Oddbergur Heimisson, fyrsti bassi og Filip Barkhútarov, annar bassi. Þetta er kannski ekki mín sterkasta hlið, en þeir eru hingað komnir til okkar á Eiðistorgið, þar sem við erum til húsa. Bjarni og Pétur, Olga, hvaðan hún ættuð? Olga ættuð frá Hollandi. Við byrjuðum allir saman vorum í söngnámi á sama tíma og stofnum hópinn í Hollandi, Utrecht, Hollandi. Ég sagði að þið væri kannski ekki á allra vörum, er það ósanngjarnt? Eru þið kannski frægar en ég held? Ég veit það ekki, sko. Við erum að fá alveg svolítið að fólki á tónleika og þetta er svona byrjað að rúlla og fleira fólk kemur á hverju ári, þannig að þetta er alltaf að gerast bara. Segið mér frá tilurð Olgu, þessa kvintett, hvernig lágu leiðir ykkar saman og hvenær var kvintettin stofnaður? Við byrjuðum nokkru saman að syngja fyrir svona 4 árum síðan. Vorum bara að leika okkur og vorum með píanista til að byrja með. Vorum 5 strákar og píanisti og svo hefur hann svona þróast hægt og rólega og eins og hópurinn saman, eins og hann í dag, að þá erum við kvintett. Við vorum búin að vera saman síðan 2013. Eru þið þá skólabræður eða hvernig er þetta? Já, við vorum allir að læra hjá honum Jóni Þorsteinsinni í tónlistarháskólanum í Utrecht í Hollandi. Og já. Hvers konar lög takið þið? Hafið þið allir sama smekk? Við höfum allir mjög svipaðan smekk allan og við vorum allir í klassísku söngnámi, þannig að við erum með svona svipaðan grunn, en okkur þykir rosa gaman líka að syngja poplög, en byggist á klassísku tónlist og svo yfir í pop og smá jazz líka. Hvernig hófst þetta allt saman? Hvaða ár? Hvað segirðu? Hvaða ár hófst þetta allt saman, þetta samstarf? Já, við erum búin að vera í þessari samsetningu síðan í september 2013. Já. Þannig að þá svona stofnuðum við fyrirtæki í kringum þetta og svona þetta fór að vera aðeins meira svona alvarlegt og nú er þetta bara okkar ær og kýr, segjum við það ekki? Jú. Þetta er alvarlegt samband? Já, þetta er mjög alvarlegt samband, já. En þá kemur spurningin, hvaðan kemur nafnið, Olga? Já. Erfið spurning, sko. Við höfum eiginlega haldið þessu sem leyndarmáli. Ég held að sé bara einfaldast að segja það, en til þess að svara þessu á skemmtilegri hátt, þá skulum við bara segja að nafnið kom til ykkar og við höfum ástfangin að því, nafninu, þar að segja. Vilt þú segja mér svona sönnu söguna? Þetta var rosalega ritskoðað. Já, sko, við ætlum að segja söguna þegar að hópurinn hættir. Þá mun sagan koma upp á yfirborðið. Og það verður náttúrulega ekki fyrir eftir ykkur 100 ár eða svoleiðis, sko. Ég skil. Þið hafið allir elskað Olgu? Já. Einhverja Olgu, einhver tíman? Hver elskar ekki Olgu? En þið ætlaði að taka eitt lag fyrir okkur, ekki satt? Jú. Kannski til að byrja með, þið voruð að koma af einhverju hátíð, þið ekki búin að vera út í hátíðum í sumar? Við erum búin að halda núna 6 tónleika á rúmri viku og vorum í Flati á Breiðafirði á laugardaginn, sungum í kirkjunni og svo vorum þar á undan á Ólafsfirði, Djúpavogi, Hellu, Reykjavík. Fáið þið boðum að koma á þessa staði eða mætið þið? Við bara, já. Já, við erum nú mest að skipuleggja þennan Íslandstúr sjálfur. En við reynda fengum svona á Seyðisfirði, boðum að koma þangað, það er svona tónleikaröð þar. Það verður mjög ánægð með það, að fá að taka þátt í því. Þannig við erum annað kvöld á Seyðisfirði í Bláu kirkjunni og núna í kvöld
eða bara núna. Akkur þegar þessi sjónvarpað, Já, í aðventkirkjunni í Reykjavík. Sko, það eitthvað svona rómantískur blær yfir ykkur, svona rétt einmitt aðeins meira áður en þið takið lagið fyrir okkur. Það rómantískur blær yfir ykkur, það rétt getið hjá mér? Já, ég held það. Við erum með mjög svona karlmannlegt þema, víkingar, en við erum samt, ef þú mætir á tónleika hjá okkur, það er svona, eins og segir, rómantískur blær yfir okkur og yfir því sem við syngjum, en það líka svona, hvað segir maður? Svona kallmennsku blær en rómantík. Já. Við erum ekkert feimnir við að sýna okkar innri mann og þessa mjúku hlið, sko. Þið voru einmitt að segja stuttlega áðan frá þessu þema lagsins sem þið ætlið að syngja fyrir okkur. Segðu áhorfendum frá því, hvað ætlið að syngjum? Já, við ætlum að syngja konung Dalaliljunnar. Og Dalalilja er blóm og það er þannig að það drýpur höfðið þegar líður á sumarið og konungur blómanna er farin að drjúpa höfðið vegna þess að öll blómin í dalnum eru að deyja og þar á meðal litla prinsessan, Dalalilju prinsessan. Þannig að konungur er mjög leiður yfir þessu öll saman. Þetta sænskt lag, er það ekki? Jú. Já. Hvað heitir það á sænsku? Kung Lilje Konvalje. Það Kung Lilje Konvalje. Við erum svona vandræðið með að bera fram úið í kung. Við ætlum að prófa allavega hérna í Austurki, athuga hvernig hljómburðin og taka lagið. You're gonna sing something about a king and a flower. Ja. Kung Lilje Konvalje. Okay. I was trying to ask them about the name of the band, the song band Olga. Where does it come from? Well, Say it's a secret. I could tell you, but I would have to kill you and everyone watching. So it's really better not to do it. Let's don't. Okay. You ready? Yeah. Ready. Það það bara sænskt drama. Kung Lilje Konvalje av Dången, Kung Lilje Konvalje vit som snö, nu sörjer unga kungen, prinsessan Lilje Konvalje mö. Kung Lilje Konvalje, han sänker sitt sorgsna huvud så tomt och vikt, och silverhjälmen blänker i sommarskymningen blikt. Kring vårens spindelsväv rökelseknar med blomsterstoft, en hyrak svävar, all skogen är full av doft. Från björkens krona, från vindens gröna hus, små sorgevisor tona. All skogen är uppfylld av sus. All skogen är uppfylld av sus. Det susar ett bud genom döden om kungsår bland viskande blad. I
Já, þetta var melankólískt sænskt lag og þetta kvintettinn, söngkvintettinn Olga. Takk fyrir strákar. Þetta eru Bjarni, Jónatan, Julian, Pétur og Filip og við tókum þetta bara hér úr menningarmiðjunni á Seltjarnarnesi fyrir framan Hringbraut á Eiðistorginu. Þökkum kærlega fyrir, takk.